og það eiginlega alveg ótrúlega sorglegt að öll tækniþekkingin og fjárfestingagetan sem að býr í Evrópu, hún skul ekki komast til neytenda. Við verðum á Íslandi að búa til 5-10 tæknifyrirtæki sem eru einhyrningar eins og Keresis eða annað sem eitthvað nýsköpun eða þróun og tækni og við getum gert það með því að létta kannski eitthvað svona löggjöfin en það verður mjög erfitt, ég ekki að segja að ég sé að fara að búa þetta fyrirtæki til eða kannski einhver annar en það verður rosalega erfitt að gera það sko en það sem að eitt sem ég langar að koma þess inn í hvernig þetta gæti sko breytt bætt samfélagið af því að við erum oft hrædd við tækninýjungar við erum hrædd við svona breytingar ég meira hver ekki pingu smeykur við það að bílarnir séu keyra bara sjálfir og það engin ökumaður, engin öryggisvendill einmitt þessir bílar ef þeir eru að fullu sjálfkeyrandi þá eru þeir prógrameraðir þannig að þeir keyra eftir umferðarreglunum þannig að inn í hverfunum þegar ég fór sem borgarstjóri og út í hverfinu og talaði við íbúa og ég spurði hvað skiptir ykkur mestu máli jú, það voru grænusvæðin og leikvellinir, skólarnir leikskólarnir, sundlaugin, íþróttamannvirkin en eitt af því sem kom alltaf upp í samtalinu var umferðaröryggi Já.